Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín í svona nettri síðsumarsblíðu. Við komum víða við í fjölbreyttum þætti vikunar. Förum meðal annars á einn stærsta vinnustað á Suðurnesjum, en það vopnaleitin í flugstöð Leifs Eiríkssonar. Þaðan liggum leiði til Sandgerðis í heilsueflandi bæ. Já, við ætlum að hitta eldri borgara sem eru í ræktinni. Og síðan til alvöru ræktarkappa Magnúsar Orra. Hann fimleikakappi hjá fimleikadeild Keflavíkur. Hann á leiðinni á Special Olympics ásamt fleirum. En við ætlum að hitta kappan og heyri honum hljóðið. En við byrjum í flugstöðinni. Við höfum reglulega sagt frá einu stærsta vinnustað á Íslandi og langstærsta á Suðurnesjum, flugstöð Leifs Eiríkssonar. Stærsta deildin í stöðinni flugverndin eða öryggisleitin, en þar fara 3 milljónir brottfarar farþega í gegn á þessu ári, sem þrefalt meira en árið 2013. Heildarfjöldi farþega flugstöðinni Keflavík á þessu ári verður 10 milljónir farþega. Það voru komufarþegar og svokallaðir transferfarþegar taldir með. Í flugverndardeild Ísafja starfa á bilinu 360 til 550 manns, mest yfir sumarmánuðina, en flesti þeirra koma frá Suðurnesjum. Þröstur, við erum hérna í öryggisleitinni, í flugstöðinni, eitthvað sem allir ferðalangar upplifa og misvel. En hvernig hafið þið náð að tækla þetta svona á undanförnum árum? Okkur hefur gengið það held ég nokkuð vel, Palli. Við fórum á stað 2014. Þá fórum við í masterplanvinnu fyrir Keflavíkurflugvöll, gerðum farþegaspá og við sáum strax þá, 2014-2015, að flugvöllurinn myndi ekki annað þeim fjölda farþega sem fyrirsjáanlegur var að virði og sérstaklega ekki flugstöðinni. Og þá fórum við í tilteknar aðgerðir, við kynntum metnaðarfull byggingaráform sem ennþá í fullu gildi og við höfum byggt heilmikið síðan. Eftir sem áður, það sáum við að það myndi ekki duga. Við yrðum að gera eitthvað meira til þess að ráða við þessa farþegaaukningu. Það sem við svona hugsunin var svolítið hver eru grunngildin okkar í rekstri flugvallar, og það myndi ég segja að það öryggi, alveg númer 1, 2 og 3. Það öryggi í flugleiðsögunni, þegar þú kemur hérna inn til vallarins, það öryggi út á flugvellinum, út á flugvallarsvæðinu og svo öryggi hérna inn í flugstöðinni. Flugverndin hér auðvitað lykillinn að örygginu hérna inn í flugstöðinni. Hérna það sem allir fara og við sagðum, við skulum halda örygginu örugglega ásættanlegu. Við megum ekki gefa neitt eftir þar. Þannig að það sem áskorunin var svo, við höldum fullnægjandi öryggi en aukum flæðið og hraðan í gegn. Og þá gerðum við það, við vissum að við yrðum að ráða fullt af fólki sem við svo fórum í og gerðum og okkur hefur gengið það mjög og við fengið til okkar afgras starfskraft. En við jukum líka þjálfunina hjá því fólki. Þannig að öll þjálfunaprógramin okkar voru tekin upp. Við fjölguðum starfsþjálfurum, fjölguðum í þjálfunateimunum okkar. Við tókum gæðakerfið okkar algjörlega í gegn, skrifuðum alla verkferla nánast upp á nýtt og mikil vinna hefur verið unnin í því. Þannig að gæðin yrðu alltaf eins og við vildum hafa þau. Samhliða því, þá förum við í þessar breytingar á línunum sem eru hérna, sem voru til þess fallnar að auka flæðið í gegn. Það var smá gagnrýni á hraðan á þjónustinu á tímabili. Já, það var það og ég vil segja að sumarið 2015 reyndist okkur mjög erfitt. En þá vorum við líka gengað í gegnum ákveðnar breytingar. Þá vorum við innleiða þessar 9 línur sem eru hér. Vorum ekki búin að ná, maður þarf svona að læra að skríða og svo að labba og svo að hlaupa. Núna erum við farin að hlaupa, þá vorum við svolítið að skríða. Og það voru eins og gengur að gerist í innleiðingu nýra tæknikerfa, það voru alltaf einhverju svona böggar. Og það var auðvitað ekki skemmtilegt, mætti auðvitað mikið á starfsfólkinu hér. Við vorum líka á svipuðum tíma vorum búin að ganga í gegnum mikla breytingu og vorum hérna á verslunarstaðunum og það sem var mikið rask. Og það erfitt í raun og veru að halda daglegri starfsemi gangandi, verandi í framkvæmdum í leiðinni. Og án þess að það bitnist á í raun og veru ferðalagi farþegans. Það gekk held ég ágætlega, en það reyndi þetta mest á starfsfólki okkar. Starfsfólki okkar stóð í þessu allan daginn.
og stóð sig frábærlega og mikið skilið fyrir raun og veru hvernig að tækla þessu erfiðu tíma. Talandi starfsfólki, hvað þetta mannfrek deild? Þetta í raun og veru fjölmennasta deild Isavia í fjölda starfsmanna og við erum með rétt 350 starfsmenn rétt í deildinni í ársverkum og hún hefur farið, það fjölgaði þarna 2013, 14 og 15 og 16 en síðan hefur hún staðið í stað þrátt fyrir að fjölgun ferðamanna hafi verið og fjöldi farþega hafi líka aukist og það auðvitað þá að þakka því að það komin þessi sjálfvirkni sem hjálpar okkur svo mikið og við sjáum það raun og veru víðar hérna í flugstöðinni og þar sem við höfum sett sjálfvirkni til þess að hjálpa okkur. Þess að það að fjölga starfsmönnum það ekki endilega leysir ekki öll vandamál en það ef þú getur fært farþegunum verkfæri til þess að afgreiða þessu sjálfur það skilar okkur mest á árangri í flugum. Hvernig það gengið? Nú farþegar á öllum aldri og hvernig að fara með þessa sjálfvirkni allt frá því að innrita töskuna sjálfur í að fara í gegnum landamæra? Það gengur auðvitað misvel fyrir bara einstaklinga að tileinka sér tæknina en við Íslendingar eru náttúrulega ferðaglöð, við ferðumst mikið og við erum fljóta tileinka okkur þessar nýjungar af því að við erum alltaf að fara hérna og við notum þessa tækni, við sjáum hún svo fljótleg fyrir okkur og förum hérna og við innritum okkur heima, erum með brottfararspjaldi í símanum, förum hérna niður í kíóskana, prentum sjálf út hérna töskumiðan, setjum hann á, förum og hendum töskunni frá okkur og svo erum við komin hérna upp í öryggisleitina, förum hér í gegn tiltölulega mjög hratt, förum síðan inn, jafnvel ef við erum að fara út fyrir Schengensvæðið, þá förum við í sjálfvirk landamærin, skönnum brottfararspjaldið okkar þar, löpum áfram, erum ekki endilega búin að tala við neitt nema þetta góða fólk sem vinnur hér sem svona klappar okkur og veitir okkur öryggistilfinningu á ferðalaginu en þegar við erum komin upp á lag með þetta þá erum við svo fljót sem ferðamenn að komast í gegnum og marga flugstaðar auðvitað myndi ég segja jafnvel eftirbátur okkar í þessu en þeir sem eru komnir lengst þeir eru nánast með mannlausar innritunarstaðar, mannlausa innritunarsalir og það eitthvað sem ég held að við munum sjá smátt og smátt gerast í raun og allan flugvöllum. Bara eitt sem ég minnti ekki á áðan varðandi starfsfólki. Hvernig hefur ykkur gengið að manna þetta í svona aukinni þenslu almennt á landinu? Okkur hefur gengið það býsna vel og ég auðvitað mjög ánægður og hamingjusamur með að skuli vera þannig. Við fáum til okkar umsóknir í raun og veru ekki bara hérna Suðurnes sem heldur, við fáum umsækjendur frá höfuðborgarsvæðinu og hérna í sumar voru fjölmargir starfsmenn sem voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu, skólafólk og yngra fólk sérstaklega. Og við auðvitað bjóðum upp á rútuferðir frá höfuðborgarsvæðinu og fólk nýtir þá þjónustu, þetta gott, margir keyra saman, en svo auðvitað líka fullt af fólki sem búsett hérna Suðurnesjum sem vinnur hér í 60% starfi, 30% starfi, 100% starfi og lítur auðvitað það sem ákveðin kost að geta farið í svona skert starf því það getur hentað fjölskylduástæðum. Jæja, við erum komin hérna í vopnaleitina og það hefur aldrei svo verið þróun hérna í þessu á undanförnum árum. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessum tækjabúnaði? Já, við höfum verið að einbeita okkur meira því að geta sjálfvirkara fyrir farþegana þannig að þeir geti hjálpað sér meira sjálfur og fleiri geti verið hérna í einu að undirbúa sig. Við vorum áður með að þannig hafa bara einn farþegi í einu sem geti undirbúið sig en núna alltaf 3 sem geti undirbúið sig í einu og það þýðir raun og veru fyrir okkur að við fáum betri nýtingu úr okkar starfsfólki og betri nýtingu úr búnaðinum okkar og jafnvel að farþeginn upplifi meiri og betri þjónustu. Hann getur meira gert sjálfur. Þetta er svolítið svona pínuð þrúgandi stund oft upplifir maður og hefur séð marga upplifa það, fara hér í gegn og jafnvel verið svona þreifa á fólki og svona. Eitthvað breyting í þessu? Það sjálfsagt ekki stór breyting á þessu. Það sem við erum að einbeita okkur að er þjónustan og reyna að gera þetta þannig að farþeginn sé hvað sáttastur og hvað ánægðastur með okkur, ánægð með þessu upplifun og sjáum það að við ferum okkur saman við aðra flugvelli, þá erum við að ná góðum árangur þar. Þannig að nei, það ekki miklar breytingar, en við erum alltaf að horfa náttúrulega í tæknilegar lausnir, hvað við getum gert með búnaði til þess að gera þetta einfaldara fyrir farþega og það hefur við gert að hluta til hér með því að einfalda ferlið og við erum einnig náttúrulega að horfa til frekari breytinga þar, hvað við getum gert frekar til þess að gera þennan hluta ferðalaginu betri. Já. Ég held að svona flestir ferðalangar séu bara ánægðir að þetta gangi nú hratt fyrir sig til hljóta að þurfa að pæla í því. Hraðanum. Já, númer 1 náttúrulega öryggið. Við erum ekki alveg að pæla eins mikið í því, meira pæla í hraðanum. Já, en það náttúrulega númer 1 öryggið, en auðvitað skipta líka máli því að það heldur ekki gott ef fólk hérna fast hérna og bíður og það verður
verður jafnvel bara örvæntingafullt að ná ekki fluginu sinni ef þetta gengur ekki vel fyrir sig. Þess að skiptir máli að þetta er ferli á flugvöllum sem þarf að vera mjög smúð. Það skiptir okkur miklu máli. En það er eitthvað fólk í gangi að vinna hérna hjá okkur, en það er eitthvað slatti líka á bak við tjöldinni sem maður segir. Já, við tölum oft að við séum svolítið fólki á bak við tjöldin í flugvöllinum. Á flugvöllinum. Við erum alltaf með fólk hér sem flestir hitta þegar þau fara í gegn og sjá. En hérna er einnig fólk á bakvið sem skoðar einmitt myndirnar sem koma úr gegnumlýsingunni hér og fara yfir það í svona öðru umhverfi þar sem hann nær að einbeita sér að þessu mikilvæga verkefni, að fara yfir hvað er í töskunum. Við erum einnig með starfsmenn sem að fara yfir farangurinn, allan innritaðan farangur, fara yfir skimun þar. Starfsmenn sem í eftirliti hérna úti, eftirliti inn í byggingu og á fleiri stöðum. Og sömuleiðis að passa på allar áhafnir og starfsmenn sem fara inn. Þannig að við erum fólki á bak við tjöldin. Þú sérð ekki nema hluta af þessu fólki sem í flugvöndinni. Hvernig upplifir starfsfólki hjá ykkur svona viðhorf farþega? Er eitthvað munur á til dæmis Íslendingunum eða útlendingunum eða nú er það orðið mjög alþjóðlegt? Já, það er það og alltaf stærstu hluti af þeim farþegum sem fara hér í gegn eru útlendingar, eru ekki Íslendingar. En Íslendingarnir eru kröfuharðir og vilja hlutinni gangi vel fyrir sig og gangi hratt og svona og vilja komast hratt og örugglega hérna í gegn hjá okkur. Þannig að ég myndi segja að Íslendingarnir væru kröfuharðir, ég segi ekki erfiðir, en þeir geta verið kröfuharðir að passa upp á að við séum ekki hvergi að stoppa. En þannig að þetta gengur almennt bara mjög vel en við sjáum ef að hlutinni ganga ekki vel og fólk lendir í mikilli bið hjá okkur að þá er það fljótt að bitna svolítið á starfsfólkinu okkar. Fólk svona verður stressaðara og maður sér svona breytingu á skapinu á fólki þegar það lendir í bið. Er ekki á næstu áratug verður þetta ekki bara þannig að maður labba bara í gegn ekkert fólk og ekkert mál? Þróunin er náttúrulega svolítið í þessa vegu að auka notkun á tæknilegum lausnum, alls konar sjálfvirkni, alls konar betri greiningu í tækjum og upplýsingum. Þannig að hver veit hvað gerist en að minnstakosti sjáum við ekki það fyrir eins og staðan núna. En við sjáum það samt að það er að koma meiri búnaður sem er að hjálpa töluvert mikið að gera þetta ferðalag þægilegra gegnum öryggisleitina en á sama tíma að tryggja öryggið. Flugstöðin hefur haldið áfram að stækka og mun gera áfram. Innan tíðar verður greint frá stórum stækkunarframkvæmdum. Nýir aðilar hafa bæst við í verslun og þjónustu og í desember verður nýr áfangi til að farþegar koma í fyrsta skipti beint frá Indlandi. Það verður ný áskorun fyrir starfsmenn í flugstöðinni en farþegar frá Indlandi munu þurfa meiri þjónustu og aðstoð í ýmsu formi. Við erum framúrskarandi fyrirtæki á Suðurnesjum samkvæmt útnefningu Creditinfo. Blue Lagoon, Áfangar EHF, Lagnaþjónusta Suðurnesja EHF, Æsmar EHF, Vörumiðlun EHF, Verkfræðistofa Suðurnesja, Regan EHF. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Nýtt líf segja þeir sem byrja að hreyfa sig reglulega. Það er aldrei of seint að byrja. Í Sandgerði er hópur eldri borgara sem hittist nokkrum sinnum í viku og hreyfir sig saman. Karlarnir mæta í einhverja tíma en konur í þá alla. Sumir hafa svo gaman af þessari heilsurækt og mæta í alla tímana á meðan aðrir velja það sem hentar þeim. Boðið upp á stafgöngu utandyra, rólega leikfimi með teygjuæfingum inni, stólasúmba og einnig æfingar með lóð í tækjasal íþróttahússins. Það er ekki síður þetta félagslega sem rekur fólk út úr húsi. Það er svo gaman að hitta annað fólk. Já, nú ert þú aldursforsetinn í hópnum, orðin 95 ára gömul, en mætir í leikfimi hversu oft í viku? Tvisvar sinnum. Tvisvar sinnum, já. Já, á þriðjudögum og fimmtudögum. Já,
Er eitthvað sérstakt leyndamál sem þú átt Eyja? Hvernig þú ferð að því að halda þér svona ferskri og sprækri? Nei, ekkert leyndamál. En þú hreyfir þig þess á milli, þú mætir í tímana, gerir eitthvað meira sjálf? Og já, svona, ég gerir smávegis á mótan. Já, þegar að byrja að fara á stað. Finnst þér þetta hjálpa þér að svona vekja líkamann? Hvernig, út af hverju, já, segðu okkur aðeins frá því, hvað? Hérna, ég bara gerir smá æfingar svona og það hjálpa mér til þess að hafa daginn góðan. Ertu að gera eitthvað meira? Ég sé að það er mjög mikið tómstundastarf hér í húsinu hjá okkur, í miðhúsum. Tekur þið þátt í fleiru starfi en leikfiminni? Já, ég kem alltaf hérna niður í handavinnu og hef prjónadaldi. Finnst þið gaman að taka þátt í starfinu hérna? Ómissandi, sérstaklega leikfinni. Ragnheiður Ásta, þú ert leikfimiskennarinn sem að allir eru að hæla hér í hópnum þínum. Segðu mig, hvernig byrjaði þetta? Hvaða ár komst hingað út af hverju? Viltu segja okkur aðeins hvað gerðist? Hvað var til þess að þetta byrjaði hér? Já, það var forvarnavika, heilsu- og forvarnavika í Sandgerði og ég var beðin að koma og spjalla hvað eldri borgarar gætu gert í forvarnaskyni, þess að eldast vel. Ég hafði verið með stafgöngunámskeið í Keflavík og þau hefðu frétt af því. Og síðan var ég með stuttinámskeið til þess að leyfa þeim að prófa hvernig væri að ganga með stafina. Hvaða ár var það? Það er nú það. Ég held að hafi verið 2014, í nóvember 2014. Og þá var bara strax svolítill hópur sem kom og prófaði að ganga með stafina. Og þau hafa bara haldið áfram, þau vilja ekki hætta. Og við göngum alltaf 2 í viku og förum svo í smá teygjur og styrktaræfingar á eftir. Þannig þetta er svona, já, þetta er bara ágætis hressingaleikfimi held ég. En hvað verða meira? Ég frétti það að þið eru ekki bara að hittast hér 2 í viku á þriðjudögum og fimmtudögum. Heldur, þú býður upp á eitthvað meira, er það ekki? Ég er bara í íþróttahúsinu einu sinni í viku til þess að leiðbeina í tækjónum ef þau vilja það. Það er nú eiginlega það sem ég gerir fyrst og fremst. Ég hef stundum verið með fyrirlestra hvað sé hægt að gera, hvernig maður getur bætt líðan sína og lífið á þessu aldurskeiði og ég hef líka verið að sýna þeim til dæmis hvernig er hægt að baka hollari kökur og ýmislegt þess áttar. Bara svona allt þetta sem hægt er að gera til þess að lífið verði betra. Bjössi, ég tók eftir því að þú ert eini karlmaðurinn í dag. Eru ekki fleiri karlmenn að æfa hér leikfimi í miðhúsum? Jú, það er einn fastur. Hann er að vinna upptökin. En það vantar mikið fleiri karlmenn. Já, heldur að karlmenn hafi gott af því að koma hingað í leikfimina? Alveg örugglega. Hvað færð þú út úr því að mæta hingað? Þetta er bara, gefur mér bara gott. Þetta er bara allt gott. Þetta er hressandi, bætandi, kætandi og bara nauðsynlegt held ég. Já. Finnst þér þetta orðið ómissandi partur af vikunni? Alveg virkilega bröst. Mætur í fleiri tíma á viku en bara hér í leikfimina? Já. Við erum með borðsíðatíma 2 í viku og það er ansi gaman sko. Þetta er nú frekar svona léttari nótum, við erum ekkert að ergja okkur neitt þannig. En það er ekki líkamlegt erfiði en samt félagsskapurinn, alveg eins og hinu. Og þetta er bara nauðsynlegt. Er það svona kemur þá upp keppnisskapið í þér, Bjössi? Já, það er kallar og kettlingar. Já, það eru kallar og kettlingar bara. Já. Við viljum náttúrulega vinna. Viljið þið vinna þær? Já, alveg skilyrðislaust. En það er í dag okkur oft
á beinni sko. Já, það? Já. Eru karlmenn að mæta meira í boccia, finnst þér? Já, það er frekar þannig, það er heldur líflegara. Heldur líflegri mæting, já. Já, þeir er þarna menn sem treysta sig kannski ekki í göngu sko. Og það er svona, já, það er gaman að það. Er einhver leið til þess að hvetja karlmenn til þess að koma? Er eitthvað sem þið getur gert til þess að fá þá? Vonandi. Það eru nú ekki margir karlmenn. Það hafa samt alltaf, þeir sem hafa byrjað, hafa haldist. Ég held kannski að karlmenn þessari kynslóð hafa ekkert mikið verið í líkamsrækt. Þeir hafa unnið erfiðisvinnu og það hefur verið nóg líkamsrækt fyrir þá, svona langflesta. En svo þegar það fer að hægjast hjá þeim, þá þurfa þeir auðvitað líka að halda líkamannum við. Og þeir hafa fundið það að þetta er gott fyrir þá, þeir sem hafa byrjað. En það virðist vera svolítið erfiðar að koma þeim á stað. Eru konurnar viljugri? Mikið viljugri, já. Og mikið fleiri sem koma. Kannski ófeimnari einhvern veginn, eða meiri félagsverur. Kannski eru þeir bara einir út að ganga. Silla, æfirðu oft í viku með hópnum? 2 í viku og núna hef ég verið 4 vikur á Reykjalandi þannig að ég hef æft þar og svo held ég áfram hér. Ég hef búin að vera mörg ár í þessari leikfimi og þar á undan líka í stafgöngunni. Þannig ég var ekki bara í leikfimi og ég ætli stafgöngun aftur. Ég bara var veik og sann með dróð aðeins úr þessu en ég held leikfiminni 2 í viku. Það er frábært og hún Ragnheiður Ásta er alveg bara að vinna kraftverk. Já, þannig að þú finnur mikið mun. Þú náttúrulega eins og núna ert að koma úr endurhæfingu en ákveðin í að halda áfram. Nákvæmlega, það er það sem ég verð að gera. Varst ekki glöð að þetta tilboð er hérna fyrir ykkur bæjarbúa í Sandgerði? Jú. Og kostar ykkur ekkert? Nákvæmlega, ég vissi af því og ég lét vita upp á Reykjalandi að þetta væri hér og þau voru alveg rosalega glöð með það. Jórunn, segðu mér, þú mætir hingað. Já. Hversu oft í viku? 3. Við erum 2 í viku á 3. og 5. dögum, klukkan 9:30. Ferð þú í stafgönguna fyrir leikfimina eða? Já, alltaf. Við byrjum að hita upp áður en við förum að ganga í æfingum áður úti og síðan í göngu í trúlega 3 korter, stundum klukkutíma eftir veðri og svo hérna í þessa leikfimi. Hvað finnst þér þetta tilboð sem að bærinn er að bjóða ykkur upp á? Bara alveg meira hátíðar. Það er alveg æðislegt að þetta skuli vera að þessi heilsuefling bara eldri borgara í sveitarfélögum. Vegna þess að þetta sparar öllum. Ekki bara að þetta sé svona til að efla okkur, heldur gerir það verkum að við getum verið lengur í okkar heimilum, á okkar heimilum og heilbrigð og hraust. Þetta er æðislegt. Hvað er framhaldið hjá okkur? Er það að gera eitthvað meira heldur en að mæta hingað og hreyfa ykkur saman? Er eitthvað félagslegt einnig? Ég sé að þið farið og fáið ykkur kaffisopa saman, en er eitthvað fyrir utan? Farið þið saman í leikhús eða gerir þið eitthvað? Við hefum nú ekki mikið gert af því. Stundum hefur einhver úr hópnum boðið okkur heim og höfum svona gert okkur dagamun þannig. Svo höfum við hitt hóp úr garðinum og gengið með þeim. Það er hópur sem gengur líka 2 í viku. Við höfum stundum farið og gengið með þeim, fallegar leiðir sem þeir eru að ganga. Svo er alls konar hugmyndir sem koma upp. Núna er til dæmis verið að velta fyrir sér að ganga Jakobsveginn í vor, eða réttara sagt í september á næsta ári. Það er svona nýjasta dillan okkar, getur við sagt. Já, að fara út fyrir landsteinana og ganga. Og hvar þá á Jakobsveginum voruð að hugsa? Við vorum að hugsa portúgalsku strandleiðina. Það er nú talin bæði fallegasta og léttasta leiðin og myndi henta þessum hópi. Við erum framúrskarandi fyrirtæki á Suðurnesjum samkvæmt útnefningu Credit Info. Blue Car Rental, HS Veitur, Samkaup, TSA Smíðaverktakar, SI Raflagnir, Víkurás EHF, Bergraf EHF, Skólamatur EHF, Bústóð húsgagnaverslun.
Ég er sem sagt að fara á heimsleika Special Olympics. Ég fékk að vita sem sagt í febrúar hjá þjálfara mínum Evu Hrund Gunnarsdóttir sem búin að vera að þjálfa mig síðustu 5 árin. Ég bæði að æfa í Gerplu og svo ég að æfa hérna í Keflavík líka. Og ég búin að vera að æfa stíft og markmiðið að komast á pall. Æfa hverjum degi, stundum 3 í viku, stundum 2, þá fer eftir bara hvað þjálfarinn leyfir og hvort maður fær að taka aukaæfingar. En annars æfingarnar á svona 3-4 sinnum í viku. Við keppum sem sagt á 6 áhöldum. Það bogahestur, golf, tvíslá og hringir og stökk. Þetta áhöldin sem við þurfum helst að vinna með og æfa okkur í nokkrum æfingum sem við þurfum að vita svo seinna í tíðinni. Ég búin að vera að æfa fimleika í 12 ár, þetta er 12. ára mér. Mamma sagði við mig bara þegar ég var í fyrsta bekk hvort mér langaði að prófa að æfa fimleika. Ég vissi varla hvað það var en svo allt í einu bara já, prófa að æfa fimleika. Og ákvaði, ég mér finnst það bara svo ógeðslega gaman að ég ákvaði að fara að æfa stíft. Já, við fljúum út 7. mars. Íslandshópurinn fer með ásamt held að séu 9 þjálfarar. Og svo nú lögreglan, hún eitthvað búin að vera hérna svona í þessum undirbúningi líka. Já, þeir sjá hlaupin og alla fjáruplanir sem tengist því Special Olympics. Við standa með kyndlana og alltaf með. Já, ég veit hálfan, en svo tek ég oftast þarna klukkutíma æfingu bara auka sjálfur. Stundum fer ég í ræktina en ekki alltaf. Það kemur fyrir. Aukaæfingi skiptir máli. Aukaæfingi skiptir máli, let's go. Leið við þökkum fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla víkurfrétta. Við erum alla daga ársins, hugsa ykkur það. Gefum út víkurfréttir, búin að vera í tæp 40 ár, sem blaðið kemur inn á öll heimili á Suðurnesjum, með öllu því helsta sem að gerast á svæðinu. Og við erum auðvitað á fréttavefnum vaff.is, nýja fréttir alla daga vikunar og sömuleiðis fyrir kylfingana. Við erum í golfi inn á kylfingur.is. Þennan þátt og eldri þætti getið séð á F-síðu víkurfrétta vaff.is og einnig á hringbraut.is. Við þiggjum góðar ábendingar, okkur vantar alltaf eitthvað skemmtilegt efni til að fjalla um. En við þökkum fyrir að sinni, sjáumst að vikuleiðinni, verið sæl.